Kæru örráðstefnu gestir, ég vil bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin til þessarar örráðstefnu hjá okkur hér í ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins í dag. Við biðum í 2 mínútur fram yfir tíman vegna bílastæðisvandamál en það er annar stór fundur í húsinu en annars veit ég að hér ríkir harðstjórn í tíma á þessum fundi. Örráðstefnurnar okkar hafa verið mjög vinsælar og yfirleitt alltaf fyllt út úr dyrum og hér verður stuttlega gerð grein fyrir eftir þeirri þjónustu sem hér er í boði fyrir þá sem greinst hafa með krabbamein og aðstandendur þeirra. En ég vil að það komi skýrt fram hjá okkur að öll starfsemi hér, að meira minn öll starfsemi er ókeypis. Menn geta fengið hér viðtöl og komið í hópfundi eða einstaklingsviðtöl eða stærri fundi án þess að greiða fyrir það. Það er þó ekki rétt að segja ókeypis. Þetta er allt saman greitt af söfnunarfé, þetta er allt greitt þannig að við íbúarnir í landinu viljum rétta hvort öðru fram hjálparhönd þegar eitthvað bjátar á og við höfum verið svo gæfusöm að njóta þess trausts að geta boðið ykkur upp á alla þessa þjónustu vegna þessa fjárhagslega stuðnings. Framundan er bleika átakið, það er alltaf mikið fútt í því og kraftur og sjálfsagt eitt fyrirfærða mesta svona árvekni átak sem rekið er hér á landi og ég vona að það fari ekki fram hjá neinum þegar þar að kemur. En viðfangsefni í dag er að fjalla hvernig við getum stutt hvert annað, hvernig við getum leitt börnin okkar og hvernig þau geta líka stutt okkur á erfiðum tímum. Og mér datt í hug í dag 2 stuttar sögur. Það er annars vegar það var lítið drengur sem var alinn upp í New York og foreldrarnir tóku eftir því að þegar hann byrjaði að ganga þá hélt hann alltaf hægri hendinni svona upp í loftið og það var kannski aðeins erfiðara með jafnvægið en hann lærði seint að sleppa ósýnilegri hendi móður sinnar. Hann byrjaði að ganga með þennan ósýnilega stuðning sér við hlið. Og önnur saga hvernig maður leiðir eða leiðir ekki er sagan sem að margir hér inni hafa heyrt mig segja af dóttur minni. En hún er nú 26 ára en þegar hún var 4 ára og ég sótti hana hér á dagheimili hér í nágrenninu og við ætluðum að ganga yfir götu og það var bíll að koma, ég held fast í hendina á henni og þá kippti hún á sér hendina og sagði ég get leiðað mig sjálfur mamma. Og þessi saga mér er alltaf svo hugleikin vegna sem ég stund segja það að auðvitað getur ekkert okkar nokkuð tíma leitt sér sjálfur, hvorki börn ég fullorðnir og hlutverk þessara þjónustu sem hér er einmitt að hjálpa okkur að leiða hvert annað áfram og ég veit að fyrirlesari hérna eru alveg frábæri í því hlutverki, það þekki ég sjálf. Fundarstjórinn er mikill harðstjóri og er þegar farin að líta með illu auga og verið ekki hissa þó að bara öryggiskerfi í húsinu fara á stað ef ykkur að tala fram yfir. Þannig að Þorvaldur Daníelsson sem er framkvæmdastjóri Kraft sem er eitt af öflugustu aðildafélögum okkar með skrifstofu hérna hjá okkur, hann tekur nú við. Takk fyrir.